Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku. Gaman að sjá þig aftur. Takk fyrir það, Sölvi minn. Ef ekki að byrja á að segja fólkinu frá besta viðtali Íslandssögunnar sem fór aldrei í loftið. Já, ég var hérna kannski 3 tíma. Það ígjur. Já, skal ég segja þér með sönnunargagn. Nú. Þar maður ekki alltaf að hafa sönnunargagn núna með allt. Svo að ég var hérna og 2 klukkutíma, 36 mínútur og hljóðið tókst ekki upp, klúðraðist. En þetta búið að vera einn á borðinu alveg síðan hún komst. Spilin. Og ég búin að spurja marga. Það er svo fáir sem geta svona slögt á kettlinginu eins og þú, að það heyrðist ekki hljóð, að því ég er örugglega betri hljóðlaus. Já, sko, það sem gerðist var að ég var frekar nýlega byrjaður að taka upp viðtöl aftur og nú er ég dálítið að operata þetta sjálfur. Myndin var mjög fín. Það eru 4 hljóðrásir og ég setti þetta í vitlausar hljóðrásir. Þannig að ég var með kveikt á 2 rásunum sem ég var ekki að taka upp á. Já, það er ástæða fyrir öllu og ég bara komin hérna aftur að sjálfsögðu en það þykir mér alveg ofbúslega væntu, þú ert svo góður drengur og það ert að hjálpa mikið með því að standa bara upp og halda áfram vinnunni þinni og áttu eftir að ná mjög langt. Mér finnst þú líka að það er svo margir sem ég með huga sem þú ættir að taka sem er svona fólk sem er ekki tekið í viðtal. Já, hvaða fólk er þú að tala um? Já, þú veist, hvernig, ég kannski ekki beðið nafngrein endilega. Nei, ég er að tala um fólk sem að gert hefur garðinn frægan kannski í sínum, skal ég segja, því er út á landi og ýmsum stöðum sem eru svona bara, svona eins og maður segir á góður íslensku legend, eins og Gísla og Uppsölum. Fólk sem að segir söguna eins og hún er og mér finnst það svolítið gaman og líka bara fólk sem að hefur lent í að missa fólk frá sér, jável að það hefur verið myrt og svo er gert lítið sem ekkert í því og að því að okkur við Íslendingar við viljum kannski, við erum svo mikið fyrir raunveruleika sem sagt útvarp eða sjónvarp að því að allt er orðið eins á Netflix, þetta er alltaf sama súpan, þeir geta ekki komið mann óvart og hvergi í raun, svo það er raunveruleikin sem fólk vill heyra og hlusta á. Svo ég treysti þér þannig að ég vil endilega eftir viðtalið þá læturum bara hafa lista af góðum viðmælendum. Gera það. Og ég er alveg nokkuð vissum, bara síðast þegar þú komst, þá sagður mér, þá bjó Haffi á þér. Já. Og síðan þá er ég búin að taka viðtal á hann. Já. Það var mjög gaman. Já. Hann baði að heilsa þér. Svona gerist þetta. Þetta gerir svona, þetta er fiðrilda áhrifin hjá þér. The butterfly effect. Já, þú bara blaktar aðeins fiðrildinu, vængjánu þínum, svo ferða út allt og ég líka hvet fólk að hafa samband við, ertu ekki í símaskráni? Ég reyndar ekki í símaskráni, ég var ónáðuð dálítið, en það er alveg hægt að... En það fylgir lífinu. Það er hægt að finna mig Messenger. Já, Messenger og Instagram. Já. Steindi vinur minn Junior, hann er ekki í símaskránu, ég skil ekki hvernig ná að ná í hann en og ég hef orðið fyrir miklu ónaði að því krakka og það er að hringja allavega og það er hringt á öllum tímum. Einu sinni, ég geti sagt þér einn skemmtilega sögu sem var náttúrulega fáránleg að dóttir mín var að deyta þekktan mann hér í þjóðfélaginu, varast nú helst að minnast á að hann kannski og hann er svolítið drykkjumaður eða dálítið mikið og hún tekur síman minn að því hann er líka í símaskráni minni og sendur hún skilaboð. Ég held að sé komin tími til fyrir þig að fara í meðferðvinur, þetta er komið nóg og ég veit hvar þú ert núna og þessi skilaboð fara úr mínu síma til Steinda. Steindi greiðir á prikinu, hann les þetta, lítur allt í kringu sig, held ég sé á gluggunum. Það er komið nóg Steindi, hætt að drekka. Þú veist og ég hugsaði bara að þú fór þetta á Steinda? Að því hún sendi það óvart á Steinda, hún var með síman minn að því ég var með símannúmer hjá guttanum
þessum fræga íslenska gutta og þar sem ég var nýbúin að hringja í Steinda út af einhverju og hann sagði engum neitt og fór hljóðlega heim eftir hálftíma og hugsaði hvernig datt henni í huga ég væri hérna Svona er lífið Það er svo gaman að mistökunum eitthvað svona, maður fer vitlaust maður skemmtir í vitlausu ammæli eða Hefur þið lent í því? Jesús minn, ég skemmti núna daginn ég átti að fara að skemmta hjá sálfræðingum í Borgatúni það sem Borg 29 er og sitt hvoru megin eru svona hurð á Borg 29 og önnur hurðin var opin og ég fer þar inn og þar er fullt af fólki og ég alveg bara sett spýtingu inn í þetta með var með svona regnboga reglíf og opnan og loka og er alveg svoleiðis í essinu mínu þegar vinkona mín segir ég vissi ekki að þú ættir að koma hingað að því að þetta voru þá einhvers konar fólk sem að mannustjórar svo ég fer til sálfræðingarna þarna hinum einn en þetta og ég var pínulítið pirruð sko af því að þeir voru náttúrulega út á suður þessi mannustjóra, það var engin yfirbeint svo að engin vissi hver hefði pantað mig svo að þetta var ekkert skrítið að þeir létu mig bara halda áfram þetta var ekkert, þeir voru ekkert já en í þessu ég held ég hafi fengið það bil 10 gig út úr því að hafa óvart eða ekki óvart skemmt hjá þeim. Það er besta grátið til þess að skemmta fyrir eða þú ert að leita fleira gigum. Akkurat sko. Svo að það er svo skrítið að mann ennir ekki út, mann ennir ekki að heimsækja einhvern. Það er kannski einhverju manneskja sem breytir í lífið þínu. Það er rétt. Svo að maður verður að taka í nakkadrampið á sér og henda sér út. 70% af allri velgengni hlýst með því að mæta á staðinn. Showing up. Já, ég sko, en núna nenni ég ekkert að mæta neitt, sko, að því að ég hugsa, ég nenni ekki að segja það. Og ég þoli ekki orðið, ég nenni ekki. En akkur segir hún, þú talar að taka, það ertu stundum að taka í nakkadrampið á sjálfur þér? Ef ég fæ ekki borga fyrir að mæta þarna, þá, nei, ég er ekkert að fara. Þetta er ríkalegt, sko, ég finnst að krakkarnir að reyna, þeir múta mér. Nú? Að koma bara í matabóð. Já, það. Ertu svona heimakær? Ég er naut. Ég er alveg naut, alveg inn í innsta, sko, hjartastað. Naut? Já. Naut eru hvernig? Þau eru bara staðföst, þau eru trú, þau eru trygg, þau eru fjölskyldufólk, ég ger allt fyrir fjölskylduna mína og þau eru mjög heimakær. Svo er ég með Merkur í tvíbura og hann, sko, talar bara ótæpilega og hann svona tekur öll völd frá nautinu og fer svoleiðis oft yfir strikið og svo því ég kem út í bíl þá segir ég Sigga, gastu nú ekki sleppti að segja þetta þú ert vangefin og svo tala ég við mig því að nautið þolir ekki svona bara vertu heima hjá þér og slappa af já, ég er alltaf að búa til eitthvað horfi aldrei á sjónvarpið eða er bara, já, gera sögur, gera ljóð, gera eitthvað því að maður þarf að halda sér uppteknum og ef við horfum sífellt á sjónvarpið sem að gefur okkur ekkert að nema þessi heimildamindir, ég horfi stundum á þær og að sko það er gott til að hvíla aðeins hugan en maður verður að venja sig af því allt er vani þú kemur heim þú fer fyrir fram að sjónvarpið, þú borðar, sofnar fyrir fram að sjónvarpið og við erum svo vanaföst í öllu. Það er allt vani og fólk til dæmis fær sér alltaf drykk á kvöldin kannski eða helgar og alltaf er þetta svolítið eins og endursýnd bíómynd og allir faraði svo að lokum í meðferð sem ég er alls ekki hlynnt því að það reynir ekki að snúa við vananum. Það reynir ekki að það hugsa bara meðferð því að það er enginn að segja að þetta er alkoholismi, þetta er vani þá er ekki að tala þá sem eru búin að þróa hjá sér alkoholismi. Nei, ég skil hvort það var. Það ekki Halla Hansen? Algjörlega og elskan. Já, hann frábær. Ég man að hann saði nefnilega setningu hérna í viðtali á mér sem að satt svolítið í mér. Þá var hann að tala með þetta. Hann sagði, sko, ef maður er byrjaður að leyfa sér svona eitthvað lítið aðeins svona ósiðið eitthvað
þá svona, þú veit alltaf leið núna, þetta alltaf leið núna, en þá verður maður að muna að allt á leiðinni eitthvað. Já. Og mér finnst þetta svo góð setningar, sko. Allt á leiðinni, bara rétt. Þú veist, ef þú ert á leiðinni í að leyfa þér verri hluti, að þá sko selur þér, þetta sé nú bara eitt skipti, en svo annað, og svo þarf það að skoða bara á hvaða leið ég að fara ef ég held þess áfram. Sko. Já. Það alveg hárrétt hjá honum Halla Hansen, ég fór eins og date með honum. Þú veist, date með Halla? Já, við fórum í Nauthólsvíkina og ég var klædd svona í svört föt og þetta var sjóvarp. Var þetta djúpulegin? Nei, ég veit ekki hvað þetta var. Það var bara að reyna að klæða mig einhverja drakt og svo sé ég Halla Hansen og hann er svo dásamlegur og dýrlegur og fallegur og ég bara, við minn almáttugur. Svo hitti ég hann daginn í verkfæralagurnum sem ég mjög mikið og þá heyrist frá myndalegu manni fremst í röðinni, hæ Sigga, og ég alveg, hæ, manst ekki eftir deitin okkar og ég alveg, góði Guði í himnanum, hvenær fór ég á deit með þessu myndalega manni og hann er svo góður, hann er alheimsgóður og alheimsvitur og búin að prófa alla mögulega hluti á sjálfum sér að gera og þora. Er ég búið að gera bókumann eða eitthvað? Það er reyndar gæti alveg verið góð hugmynd, sko. Gera bókumann, hann eða bara raunverulega þátt hvernig hann svakalega merkilegt lífslaup mær. Alveg svakalega merkilegt. Á hann konu? Jú, Nei. Ég spurði hann sko í röðinni, áttu konu? Það var ekki út af því að ég vildi annað date, en bara svona En ég bara skora á myndalega konur að fletta Halla Hansen upp því að hann er fullkomin maður, góður og yndislegur og duglegur. Já, nú er Halla að fá alveg auglýsingu hérna. Já, ég meina, sko, það þarf að gera eitthvað vegna þess að kallmennir okkar að þeir þora ekki neinu. Óbósi, nú ertu komin að hála nýst. Já, ég á börn, sko, kalla, stráka. Hvað meinarðu þegar þú segir að kallanir þori? Nei, til dæmis að þeir eru bara í sínu og svo eru þeir kannski dauðadruknir í bæ að hitta einhverja gælu og það verður nú ekkit úr því þegar þú ert með lamaðan haus einhverstaðin í bæ að sko að þeir sjá einhverja mannesku og verða að finna þessa ástaráhrif og eldast bara við hann eins og alveg kallmaður, hringja, bjóðinu út, gera eitthvað öðruvísi, bjóðinu bara, þú veist, og það þarf ekki að vera dýrt, við erum ekki svag fyrir því. Nei. En er þetta ekki svolítið, ég sagði hála nýs, að því er þetta ekki svolítið, ber þetta ekki svolítið að sama brunnunum með að að það er svolítið búið að vera að slá á puttana á köllum á Íslandi? Á Íslandi? Bara út allan heim. Já, en þú veist, það er einhvern veginn þetta að þú segir sko að það er ekki bara hægt að taka það besta frá kallmennum sko, að hluta því að það er kannski farið að skorta upp á svona mitt, að ganga á eftir og eitthvað svona, að það er búið að vera að segja á öðrum sviðum að, þú veist, þið eigi nú bara alls ekki að vera of mikið í einhverju svona gamaldags kallmennsku, sko, bara alls ekki. En við konur þráum kallmennsku, að því að við þráum alvöru menn sem kunna nagla. Þú veist, og ég var ekki að fara út í þetta svona, sko, skipta dekk. Þú veist, eru ekki bara, þú veist, einhverjir kerfisfræðingar sem geta svo ekki neitt? Já, sko, ég hef talað við margar konur í gegnum tíðina kallmenn og mín óvísindalega niðurstaða er að kvenmenn séu upp til hópa ekki að leita að sænskum sósíaldemókrata með trefil. Nei, og bleikum buxum. En hvað, sko, bara þetta sem þú ert að segja núna, þú tala mannamál. Já. Og það er ekkert margir á Íslandi sem þora lengur að tala mannamál. Ég vil tala skýrt. Við erum orðið svolítið smeyk við að tala skýrt og tala mannamál. Þá eru hver og einn að taka það upp hjá sér, að vera svo manneskja sem hún vill vera. Einmitt. Og ef verður hent á með einhverju skítkasti út af þessu, þá hef ég alltaf sagt við börnin mín og svona, ekki segja mig hvað þið skrifaðu mig á netinu. Ekki vera boðberi illra tíðinda. Og það vil ég segja við alla, að þið skuluð hugsa út af hverju eru þið að segja eitthvað við mannesku. Hvað fáið þið út úr því? Græður hún eitthvað á því? Hver er tilgangurinn? Og þetta var einhver Búdda sem sagði þetta svipað. Hver er tilgangurinn að þú segir þetta? Mun það laga eitthvað? Eða bara loka það á þér í munnunum? Ef það er ekki tilgangur með því að vera boðberi illra tíðinda. Ég man eftir því að fyrir svona 15 árum þá
það var séð og heyrt og Samuel reyndar en og hér og nú Næstu ekki því? Já, jú, lifði það eitthvað? Nei, en það var svona svæstnasti tíminn í slúður blaðamennskan á Íslandi, það var þegar séð og heyrt og hér og nú voru í samkeppni þá þurftu alltaf að vera að reyna að toppa hvort annars og unningja Unnubirna og nokkrar aðra konur seldu svo mikið að þær voru alltaf settar á forsíðuna Já, ég var í öðru hverju blaði þarna með ekkert ég meina dótti mín, hún lenti á séns með einhver Chippendales og það var í forsíðunni Klingenberg krækti sér í Chippendales og ég hugsaði bara ok, þeir þekki ekki hitt hína Klingenbergina en þá stóð á forsíðunni áramót og þess vegna eru svolítið hættulegar þessar áramóta spár þegar það eiga verum fólk að Sigríður Klingenberg var að hátindi fræða sinnar og nú byrjaði að dala hjá henni vinsældirnar og ég skoðaði þetta og ég ákvaði bara að spýta í lóana bara út af þessu en sumir, þetta fer inn í frumurnar þínar og systemið þitt þó að þú viljir ekki já að því að spá ekki slúðursögur það spá og ég myndi nú svona vara mig á spáfólki af mörgu leyti taka bara hvað hjartað finnst og líka á veðurspá vilja líka fólk vari sig og við köllum á góða veðrið alveg svo indjánar kölluð á rigningu því að við erum afl jarðarinnar og ef við erum alltaf að trúa því þegar það svona ömurleg veðurspá svo breytist hún alltaf, mér finnst búin að vera æðislegt sumar Já og nei það var komið rosa fínir kaflar Já og kvöldin oft svona mild Já, rosa mild kvöld Já Ég var að mynda að spurja, ég var með Sigga Storminni viðtali og ég var að spurja henni mitt, hvað þetta? Er það bara ég að bulla eða þú veist, það svo oft með eitthvað svona vindur og læti við daginn Já Svo kvöldin alltaf bara svona stilla, svaka, mild og eðislegt Já, og stjörnuna svo fallegar og bjartar Hann vildi meina þetta vera því að það sé kalt, heitalofti sækju upp yfir daginn og þá þurfa að koma eitthvað inn í staðinn þá kemur kalt loft með sjávarvindinum og vindur og svo sest þetta á kvöldin Já þegar lofthittin fyrir gólna Engin fræðingur í þessu, en ég vil líka benda þeim á að mér finnst mjög leiðilegt að skoða veðurspána hjá það sem Íslandskortið og bara ég veit ekki það morgunblaðið veðurspána mann ekki hvað veður.is og eitthvað og hafa þetta svolítið skemmtilegt og hafa meiri möguleikan að skemmta hafa fallegri kalla gera okkur glaðari við að skoða spána og ég man ekki eftir því valla nokkuð tíman að spáin hafi verið 100% einasta dag í sumar Nei. Og það að því að kannski er veðrið eins og Íslendingar, þetta reddast og þetta reddast svona kvöldi til og ég hef þá trú að það verði æðislegt veður í vetur en að það komi klikkaðir kablar eins og alltaf, það er engin spá í því. Löggan tók mig eins og vanalega þeir eru einu menniti sem taka mig Löggan tók mig eins og vanalega þetta hljómaði eitthvað furðulega þetta af því að ég keyri of hægt og svona þú veist aðeins eins og ég drukki stundum að því að ég að hugsa er þetta Einiberg 3 eða eitthvað og ég sé það ekki alveg að því svo glötu skilti hvernig væri að hafa einhver svona neon skilti og ég sett hassarljósin á og allavegana löggan skænlega segja tók mig í júli eða eitthvað, júni segjum við og þá er ég á nagladekkjum eins og vanalega og hún segir eftir stuttastund að það sé verið að taka upp það sem hann segir og mér er alveg sama en hann hafði nátt að byrja á því en mér er alveg sama því ég segi það sem og ég segi ég er á nagladekkjum og ég segi það er hálka vísvegar á hálendi og ég er út allt á bílnum og hann segir, ég er búin að fara út all land og það er ekki hálka neinstaðar og ég segi, já, skrifaðu bara niður það sem þú þarft og það er bara svoleiðis og það var 2 dögum seinna, þá var hálka og snjór út allt og þeir eru búin að gera rannsóknir í Svíþjóð að það eru miklu meiri slys á fólki þegar að nagladekkin eru bönnuð heldur en kostnaður Seinni hlutin af þessum þætti er aðgengilegur inni á sölvitryggva.is.
Þar fá áskrifundur aðgang að nýjum þætti í hverri viku.